Ég meina það sem þetta hefur gerst í Evrópu það öryggi borgarna miklu minna, nauðgunum fjölgar til verulegra muna og alls konar ofbeldisglæpum. Sko við höfum alveg nóg að þessu fyrir, við þurftum ekki að flytja þetta inn. Og sko síðan kemur í ljósi þegar það er skoðað hvaða þjóðfélagi, úr hvaða samfélögum þetta kemur. Þá nú reynt að þegja þetta í hel, en sko það er náttúrulega mjög mikilvægt að fólk átti sig á því. Það er bara þjóðfélagslega sko nauðsynlegt að fólk átti sig á því hvað og hvernig hlutinir eru gerast. Það eru allir Afganir, Sómalir og fólk frá Norður-Afríku algjörlega á toppnum í sambandi við ásamt náttúrulega Palestínumönnunum sem að má sjást ekki nefna. Ef við skoðum bara til dæmis eitt atriði sem mér fannst bara mjög furðulegt að átta mig á og heyra af, að þegar það voru sko mótmælin gegn Múbarak í Egyptalandi og verið að reyna að koma honum og þá var það ákveðnu torgi í Kaíró sem að fólk heitist gríðastórt torg. Tahir torgi. Já, og þar var sem sagt í þó nokkrum tilvikum konum sem voru að mótmæla nauðgað með hvaða hætti þannig að þá bara kom hringurinn í kringum og síðan var bara gengið. Þetta var svo furðulegt. Ég menn það verið að mótmæla, það verið að gera, býtu þá bara þegar menn sjá sko þarna, þetta er eins og úlfahjörð sem að sko bara umkringir og lokar af. Þetta sama gerðist í Köln á sínu tíma á nýjársnótt fyrir nokkrum árum. Og það athyglisverða við það var það að allir fjölmiðlar þögðu. Stjórnmálamenn sögðu nei, það var ekkert sem gerðist. Borgarstjórinn í Köln sagði nei, þetta gerist ekkert hér. Þannig að það endaði með því að yfirvöld þurfti að éta ofan í sig allt sem þau höfðu sagt við fólki var lý og það er nefnilega það sem er sko vandamálið sem við erum að horfa í augu við, sérstaklega í Evrópu. Það er að fólk er farið að horfa upp á það að stjórnvöld er að ljúga þeim. Þau eru ekki að segja satt. Það var náttúrulega svo gríðalegur hópur af stúlkum sem urðu fyrir kynferðislegri árás á nýjársnótt í Köln á þessum tíma. Þannig að þetta var ekki þannig að þetta var sko tiltölulega fljótt að breiðast út. En sko hugsa sér það að lögregluyfirvöld sem að sko náttúrulega eru að horfa á það sem er að gerast. Stjórnmálaleiðtogi Kölnar og Þýskalands á þeim tíma, Merkel, að því er neitað og það er reynt að koma í veg fyrir að þessar fréttir berist. Og það er það sem veldur þessari vantrú á fjölmiðlum. Og því miður þá ber á því hér og þá náttúrulega sko ríkisútvarpið alveg í sérflokki fyrir það að reyna að þagga niður eða afflytja fréttir til þess að koma í veg fyrir að hið raunsanna berist til þjóðarinnar í hvers konar ástandi við búum við. Síðan erum við komið sko að hluta til einhverja bók lögreglu sem heitir ríkislögregla. Það sem einhver greiningadeild segir að einn mesta hætta þjóðfélagsins það er hægri öfgamenn sem myndu þá sjálfst vera ég og Sigfús Aðalsteinsson og einhverjir aðri slíkir